Þá er komið að því að fara í opin kerfi og ég ætla að byrja því að skoða spjaldtölvu. Já, það sem að þetta á sameiginlegt með spjaldtölvu er að þetta er allt innbyggt í einu tæki, en það sem er frábrugðið er að þetta er öflug tölva, borðtölva, þar sem hún er innbyggð í skjánum. Hvað er skjárinn stór í þessari? Það er 23 tommu Full HD snertiskjár. Já. Svo að Þetta er bara tölva sem er þá með skjá og öllu saman í innbyggt, þetta virkar ekkert ósvipað á spjaldtölva, en ég sé að þetta er á einhverju svona fót eitthvað, þú getur eitthvað snúið þessu vantarlega og... Já, þú getur náttúrulega bara eins og með skjá, eins og það er með 23 tommu venjulegan fyrirtækjaskjá. Og getur lagt hana niður eða ekki einhvern veginn? Já, þá getur þú svona, já. Farið með þetta og þá getur þú unnið á þessu, til dæmis er vinnuumhverfi margir sem vilja vinna standandi. Já. Það er æskilegt að þá getur þú breytt afstöðu vélarinnar, svo að það hjálpaði við að vinna í þeirri stellingu sem þú kýst. Já. Tölvan sjálf er með öflugum örgjörfa, getur borið alltaf 32 GB vinnsluminni, stóra hannað disk. Hvað erum við að skoða þarna? Þú setur hann kannski fyrir mig fullan skjá, þú notar bara hendurnar í það eða ekki? Jú, getur notað það, sem sagt, fullnýta snertiskjá. Það er jafnvel ennþá skemmtilegra þegar þú ert komin upp í Windows 8. Það eru fleiri svona fítusar sem er ætlaðir fyrir snertiskjáin. Þú ert að sýna mér hérna við hvað, Groovy Shark? Já, þetta er Groovy Shark, þetta er skemmtilegu tónlistarvefur. Hérna getum við bara spila tónlist eins og heyrir, og þá er mjög gott hljóð innbyggður hátalari. Allir tengimöguleikar eins og vanur á tölvukassanum þínum, en hins vegar ertu ekki að burðast með eitthvað auka unit, heldur svo þú ert að koma fyrir eitthvað við vinnuaðstöðuna, heldur getur einfalda vinnuaðstöðuna með því að vera með allt í vélum. Og að sjálfsögum að nota þetta inn á heimili líka. Þar erum við náttúrulega alltaf að spara pláss og við viljum hafa þetta smekklegt. Það er alveg innbyggð vefmyndavél, svo þú ert með allt þetta sem innbyggt í tækinu og þarft í sjálfs ekki nema eina snúður í rafmagn og þá ertu bara tengdur og up and running. Næst ætla ég að tala við hann Brynjar Björgvinsson, vörustjóra hjá verslunni. Nú hann ætlar að segja mér frá þessari workstation eða þessari ofurtölvu sem að þar er í boði. Þetta er geysilega öflug og skemmtileg vél og er klárlega eins og öflugasta tölva sem við erum með. Og úr þessari workstation línu, Z820, og í þessari vél er hægt að hafa 2 örgjörfa og í þessari vél eru 2 örgjörfar, 8 kjarnar hvor um sig, 16 kjarnar í það heila. Þeir eru vatnskældir. Það er hægt að setja 512 GB vinnsluminni, setja 2 og upp í 3 skjákort og þar fram til göttunum. Ég skal sýna ykkur svo skemmtilegan hlut sem er það hvernig vélin er tekin í sundur og HP hefur hannað vélina þannig að það er auðvelt aðgengi í flesta innviði vélarinnar og auðvelt að taka henni sundur ef hlutir skyldu bila eða ef við viljum uppfæra og setja stærri eða öflugri komponenta í vélina. Vélin er byggð úr sterkri álblöndu og það er 30 mm ál í hliðunum, geysilega öflugt og gott. Allir hlutar sem eru merktir eru grænu. Þá er hægt að fjarlægja með handafli án allra verkfæra. Já, þarftu að nota einhver verkfæri í þessu? Ekki svona til þess að skipta þessa helstu komponenta. Þannig að afgjafinn er svolítið sérstakur, það er þetta efsta þarna? Já, afgjafinn er losaður út með einu handtaki og væri þá hægt að skipta út ef hann skyldi nú bila. Harði diskar. Þá er hægt að losa úr með einu handtaki. Það er hægt að setja 4 diska hérna í þessi hólf og 2 diska til viðbótar hérna fyrir ofan.
Hérna náum við að opna lok til að sjá skjákortið. Þetta í þessari vél geysilega öflug skjákort, Nvidia Quadro K5000. Er þetta ekki bara eitt stærsta korti sem að þú færði í tölvu í dag? Jú, það er að vissu til eitt stærra sem heitir K6000 og það er jafnvel hægt að setja 2. Hvort sig kostar í kringum 400.000 skjákortið og við getum haft 2 í þessari vél. Það sem er flott líka við þessari vél, eins og ég sagði það, það eru 2 örgjörvar í vélinni og þeir eru kældir með þessum viftugarði. Þetta sem þú ert að taka núna, þetta er bara eins og, já, þetta er bara, hvað er þetta margar viftur eiginlega? Þetta eru 8 viftur í vélinni. Í öllu þessu stykki? Já, og þær liggja svo upp við þessa vasskældu 2 örgjörva og og þeir eru útbúinir þannig að það er sem sagt kælivökvi sem gengur pípur og hérna framan á er svona hefðbundið vaff. Þetta er bara svona vasskassi bíl? Já, hefðbundið vasskassi og sem er svo kældur af þessum viftum. Þessi vökvi sem er inn, þetta er bara lokuð kerfi, þarf eitthvað að skipta hann eða eitthvað við það? Nei, þetta er 100% vökvaþétt, 100% vatnsþétt eðlilega og þétt kerfi, þannig að það þarf ekkert að eiga neitt frekar við þetta eða skiptum eða þess að það. Og eru meira þess að litlir mótorar sem hreyfa vökvann í gegnum kerfið ofan á örgjörfunum. Já. Og þarna er aldrei hægt að bæta við alls konar vinnsluminnum og diskum og öðru slíku? Já, það eru raufar fyrir vélina og hægt, eins og ég sagði aðan, hægt að setja alltaf 512 gigabæti af vinnsluminni. Þegar að meðal heimilistölva er með 4 gigabæti þá er hægt að setja 512 gigabæti í þessa. Þannig að þetta er geysilega skemmtileg og öflug vél. Já, og hvað kostar svo þessi vél? Hún gæti kostað svona út úr búðu svona cirka 1500.000 fyrir þá sem vilja og hafa áhuga.